Ok, já, sem sagt ástæðan okkur ég var að henda þessum bjór að hann búinn að setja inn í ísskápnum mínum síðan júlí eða júní og ég hætti að drekka til þjóðhátíð sem var í byrjun ágúst. Þannig, já, ég skildi ekki alveg ástæðan okkur ég var með hann í ísskáp. Ástæðan okkur ég hætti að drekka, já, þetta er spurning sem ég fæ ógeðslega oft og bara fólk veit alltaf fá ástæðu af hverju hættur að drekka. Og það er svona nokkur sögur við þessu, svona wide subject. En þannig að ég ætla bara að rifja upp bara svona ekkert í einu forgangsröð, en þannig að ég byrjaði að drekka þegar ég var 18 ára. Bara átti afmæli í júní, byrjaði að drekka í júlí sem ég fekk minn fyrsta bjór. Og síðan var fyrsta djammi í nóvember og þannig að, já, svona drakk bara og ég er núna 22 ára. Og já, þetta er svona 4 ára djammi, ég er svona komið nóg, það er bara svona, ég skil ekki ástæðan á þetta, ég hef smakkað bara flest allt áfengi sem ég hef, sem er á markaðnum næstu í, sko, og þannig að mér finnst ekkert áfengi gott á bragðið, bara ekki neitt. Það er bara, fólk er alltaf bara að smakka þetta er ekki áfengi bragð þessu, ég er bara, jú, víst, þetta er bara vond. Ég tala bara að drekka vatn, bjór, Breezer, Smirnoff Ice, tóbaks er svona skástað í öllu finnst mér. Ég var einu svona að blanda því í vodka sko manni, einu svona bústaðferð, bara tóbaks í vodka, en það verið döðið fyrir 9. En þannig að, já, áfengi þetta bara hjálpa mér ekkert að komast nær markmiðum mínum. Það eru sumir sem að, líta á djammið og áfengi bara eins og trúarbragð. Það er bara, ef þú notar ekki fríhelgina þína í að djamma, þá ertu bara, það er guðlast, bara synd. Það sem ég, já, bara skil ekki alveg hugsun á baku, sko. Það er alltaf skemmt að sér en áfengis eða allt með rétt á hópnum. Ég hef alveg lært það, ég held að það væri ekki hægt, en jú, það er alveg mjög vel hægt, sko. Bara það liði ekki eitt djammi, sko, svona árið eitthvað sem ég ældi ekki. Og það var bara alltaf bara, en það drakk ég nokkuð stíft alltaf þegar ég ætlaði að drekka, þá fór ég bara all in eða ekkert. Þú verður að pæla í hvað sem miklum peningur þetta eða í þetta, ef þú ert með 2 fríhelgar í mánuði sem þú situr í vaktavinnu, 2 fríhelgar í mánuði og þú djammar, kannski föstu og laugardag sem margir gera, þú ert kannski eða 5.000 skall kvöldið, þá ertu komið 20.000 skall í heilan mánuð bara í drykki og djamm og það líður ekkert vel, þú ert ekkert að gera líkamanum neitt gott með þessu. Þú ert bara að setja eitur í hann, en það er, þegar þú ælir, ef þú ferð yfir strikið, það er bara líkamann að segja bara nei, stopp, ég get ekki tekið meira af þessu, bara allt þessu út, bara ég vil koma þessu út úr mér. Ég vil frekar nota sunnudaginn minn eða jafnvel laugardag, sunnudag og laugardag í að, næringarnir sem ég tek, maturinn sem ég borða, farið því að byggja upp líkamann betur heldur en hann var áður, í staðinn fyrir að bara, recuperata eftir, síðasta kvöld og vera bara eitthvað að svima og ógleði og, ég vil frekar nýta daginn, þessu 24 tíma í eitthvað, productive eða skemmtilegt í staðinn bara, já, ligga upp í rúmi eða bara, já, bara gera ekki neitt, gera ekki shit. Það er svona my belief at the moment. Ég er ekki að segja ég ætla aldrei að drekka aftur, en svona at the moment þegar ég er svona building my future, þannig að, já, sé ég ekki ástæðu til að drekka og fólk er alltaf bara 1 bjór, nei, 1 bjór, þú verður að hafa svona hugarástand. Það sem, bara, ef þú farið 1, það er bara, ok, akkur ekki annan 1, það er 1 nýjabúti, ok, koma hann akkur ekki 3, það er bara, þetta er bara 3 bjórar, þetta er ekkert mál. Síðan bara kolla kolli og hugsa alltaf svona, áfram, þú ert þá bara, áður þú veist að, þú bara byrjar að alltaf hugsa svona, já, allt í góða, svona einu sinni. Þú verður að hafa þetta stopp, bara nei, ég ætla ekki að byrja og bara stopp með þetta áður en þú byrjar. Það er mikið betra á mínu mati. Yay! Persónulega, ég er alltaf bara hungry. Ég langar að verða svo besti, ég er bara svona, I want to conquer life. Það er bara það sem ég langar að gera. Og áfengi, þetta er bara eitthvað sem þetta er svona hindrun í því. Og það er mér langar að, svona my dream goals, mér langar að vera sterkasti maður í heimi. Mér langar að vera geggjaður kvikmyndamaður. Mér langar að búa til blockbusters, mér langar að vinna í svona myndum eins og Thor, Hulk, Iron Man, ekki Hulk, eða jú, en þannig að svona blockbuster myndum, Harry Potter, það er svona minn draumur. Það er svo sama ástæðan okkur ég er ekki
körfubolta eða neinu það, ég fíla ekki, ég fíla að stjórna sjálfur, þú veist, liftingana, þetta bara ég á móti sjálfum mér, YouTube, þetta bara ég sem stjórna öllu, it's just me, bitch. Já, ég ekkert að segja fullkomin, sko, þú veist, ég vil bara, þú veist, hafa skýrt, ég ekki eitthvað þarna lít stórt á sjálfum og bara eitthvað, ég bestur, I am the best, ég á stjórna öllu, þú veist, ég hef alla mína galla en bara, já, þú veist, þetta var bara svona one step further til að, þú veist, vera betri en ég var í gær, hætti að drekka og já, sé ekki ástæðan okkur að byrja eftir okkur núna þannig bara at the moment þá sé ég enga ástæð allir að drekka. Síðustu vika er búin að vera semi-erfið hjá mér, alveg mjög erfið, bara þetta ég er broke as fuck, kreatínið mitt er búið, multivitaminið mitt, fjölvitaminið er búið og ég finn alveg bara muninn af því að vera ekki með kreatín, ég bara, þú veist, að vera ekki með kreatín, ég er mikið veikari í gyminu, sem ég núna langar ekki til að vera ræktinu og það ég veit ég mun ekkert ná neinu PR eða þú veist, ganga neitt betur, ég mun örugglega vera bara að vera slappur og ég er líka búinn að eiga ógeðslega lítið mat, þannig þú veist, eins og í 2 daga í röð borða ég eiginlega bara kolvetni. Já. It ain't fun being broke. Er að tjekka þetta, klukkan er 4 og það er bara dimmt úti. What's going on? En já, það er svona, mér langar að reyna að nota þessa mest úr þessum degi. Það eru 3 hlutir sem ég var að gera. Númer 1, 3 uppbúðina. Hún er messy as shit. Og númer 2, klippa myndband fyrir pappa 3-þrautina. Ég er að gera svona 3-þrauta æfingu og búa heimildi myndband. Og ég þarf að reyna að klára það sem fyrst og það er bara að vinna á morgun og það er eiginlega helst að klára. Og númer 3, hit the gym. Ég man ekkert hvað að taka en it's gotta be good. Let's do it. Let's do it. Ok, pæliði, ég drakk ekki gos, ég drakk ekki áfengi, ég hef ekki gert það mjög langan tíma. Tjekkið þetta. Þetta er allt dósir og flöskur frá fólki sem er komið til mín þegar ég býð þeim hingað í annað partí eða eitthvað og þetta er bara... Jesus! Herru, já, það var þess að ég búinn að þrífa, jæja. Og síðan núna er ég ætla bara að reyna að klippa smá en ég reyndi að fara á ræktinu bara. Það er klukkan er orðin, já, hún er að vera 8, eða kortur í 8, ég er búinn að taka smá svo langa tíma. Og ég er bara að vinna klukkan 5 í fyrramálið. Wish me luck, guys. Já, ég er eina mann sem ég þekki sem að setur bernis yfir hakk og spagetti á sér. But it's so good. Ég ætla að hamra í símið núna. Já, svo bíllinn minn er núna í viðgerð og það ég bakka á rútu í júli og þannig að og þeir gáðu mér eitthvað bílaleigubíl í staðinn á meðan og hann er beinskiptur. Ég kann ekki keyra beinskipta bíla. Wish me luck. Ég gleymdi að taka upp laukuna. Það er rætt. Sem betur verið klukkan, já, þetta er nóttina, en ég veit. Jesús minn. Fucking hell, maður. Ég hata beinskipta bíla. Svo
fucking mikið. Og þetta svo fyndið út af því að gæinn spurði mig, hann hringdi mig, má bjóða bílaleigubíl? Ég bara, já takk. Beinskiptan eða sjálfskiptan? Sjálfskiptan, ég kann ekki gera beinskiptan. Ok, gefur hann mér ekki beinskiptan. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Oh my god. Mér langar nú að tjóka æla sko. Ég ætla ekki að hafa þetta langt einn þannig. Það síðast var ég bara að rambla hérna með tilgangur lífsins. Sem var alveg gott myndband. En já, mér langar ekki að taka upp eitthvað ómikið. Þetta er bara copy-paste af þú senustæðingu eiginlega. En wow, hvað ég er bara, mér er óglatt sko. Mér er legit óglatt. Mér langar bara að æla. Og þú veist, þegar maður er óglatt, þá langar maður að fara heim og borða. Nei, sé ykkur heima. Vinnu buxuna mínar. Ég þreif þær óvart með miða ofan í vasanum. Kemur þetta líka fyrir ykkur eða? Fuck. How do I look? Ok, ég er hann fucking seitt. Ég var mættur í vinnunum kl. 5. Hún er núna 4:40 eða 4:45. Ég ætla að enda þetta vlog bara á að, já, ég þarf að drífa mig, þannig ég þarf bara að segja bye. Live long and prosper people. Má ekki gleyma þessu.